Grunnflötur er endaflöturinn á sívalningi eða ferstrendingi, píramída, keilu, einhverju þess háttar. Og þetta er sá flötur sem við drögum hæðina á. Það er að segja, sá flötur sem hefur afgerandi úrslit á hvaða formúlu við förum að nota til þess að reikna til dæmis rúmmál. Hér til dæmis erum við með sívalning, þá er grunnflöturinn þessi hér, hringurinn. Því þá byrjum við að reikna flatarmál hringsins, svo margföldum við sinnum hæðina sem er hér og þannig fáum við rúmmálið. Ef við erum hins vegar með keilu, þá erum við aftur með grunnflöt sem er hringur, notum þá bara formúluna fyrir flatarmáli hrings, radíus í öðru sinnum pi, sinnum hæðin sem er núna hérna inni, upp úr miðjunni, og þá er þetta grunnflöturinn sinnum hæðin deilt með 3 sem er bara formúlan fyrir flatarmáli keilu. Ef grunnflöturinn er þríhyrningur þá þarf ég að nota formúluna fyrir flatarmál þríhyrning sem er grunnlína sinnum hæð deilt með 2 og þá er grunnlínan í þríhyrningnum mínum þetta hér og hér er þá hæðin, gæti verið einhvern veginn öðruvísi, og svo þegar ég er búinn að finna flatarmál grunnflatarins sem er þessi þríhyrningur hér, þá segi ég sinnum þessi hæð til þess að fá rúmmál þessa þrístrendings. Það skiptir öllu máli að átta sig á því hvaða form er í raun grunnflöturinn, því ég þarf að reikna flatarmálið á honum, svo sinnum hæðin á dótarinu, og ef þetta er píramídi eða keila þá þarf ég að deila með 3, en annars margfalda ég bara beint upp með hæðinni.